Nú ætlum við aðeins að kíkja á meðaltal. Hér erum við að reikna meðaltal og þegar við reiknum meðaltal þá bara leggjum við allar tölurnar saman. Í þessu tilfelli þá fáum við út 29 og svo deilum við með fjöldan. Svo námynda ég og fæ 4,8. Sama hér, nema þegar það eru mínustölur þá þurfum við að passa að draga þar frá en ekki leggja þar við. Við sjáum til dæmis hér að við erum með +3 og +5, það er +8. En svo erum við -4, -2, -1, það eru -7. 8 - 7 er 1. Deilt með fjölda talna þær eru 6. Út úr þessu fáum við 0,17 það bil. Hér leggjum við tölurnar bara saman. Við fáum út 12 deilt með 6, þetta eru 6 tölur. Við erum ekkert alltaf með 6 tölur, það er bara tilvíðin að ég sett upp 6 tölur. Út úr þessu fáum við 2. Fáum stundum heilar tölur og stundum kommatölur. Og hérna er ein mínustala, passa að draga hana frá. Þegar við leggjum þetta saman fáum við 51.071 deilt með 4. Og út úr þessu kemur 12.767,75. Það sem er áhugavert hérna þegar við förum að skoða þessa tölur, ef við skoðum til dæmis þessa röð, þá er meðaltalið, þetta eru mjög líkar tölur, frá 1, 2 og 3, og meðaltalið er akkurat í miðjunni. Hér hins vegar, og meðaltalið er náttúrulega alltaf í miðjunni, það sem meðaltal gerir, en hér er meðaltalið ekki nálagt neinni tölu. Hérna eru ein mínustala, ein lítil, ein ekki dóða stór og svo ein risastór. Þessi stóra hérna, hún togar meðaltalið heilmikið upp. Þess vegna er meðaltalið langt fyrir ofan allar þessar 3, af því þessi er svo miklu stærri. Hún skekkir í raun meðaltalið. Hér sjáum við erum með tölu sitt hvora með yfir 0, en þetta er meðaltalið nálægt í að vera 0. Og hérna eru flestar 5 og þetta er nálægt í að vera 5. Oftast er meðaltalið eitthvað stað nálægt svona miðjunni á safninu, þú veist það sem flestar tölurnar eru. Og meðaltalið er náttúrulega alltaf í miðjunni sem ég sagði áðan, en meðaltalið getur verið langt frá flestum tölunum ef það er ein tala sem er mikið hærri eða mikið lægri heldur en hinar.